Þetta er verkefni 11 og blaðsíðu 713 í Word. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við tengið stílana sem við byggum til við textan í skjalinu. Þið sjáum í bókinni að merkt við hvað á að vera hvar. Þannig að ég smelti hér í matur og ég vel hér heading 1. Það kemur svona kassi hérna fyrir framan. Ég er með endurmerki sýnileg, það er þægilegra. Og hér á að vera texti 1, það var komið, og hér á að vera texti 2. Og sjáum við að dregst inn hérna. Hérna var komin stíllinn inndráttur og það er texti 1 á eftir indregnum texta eða á eftir fyrirsögnum. Síðan kemur hérna fyrirsögnin hrísgrjón. Hún á að vera með heading 2. Síðan kemur hér texti 1 og síðan kemur texti 1 hérna og síðan kemur inndráttur, þannig hér. Og þegar við notum stíla að þá tryggir það samræmt útlit á skjalinu. Við þurfum ekki alltaf að vera að hugsa hvað var mikið bil hér eða þar eða inndráttur og svo framvegis, þannig að þetta tryggir að það sé samræmt útlit. Og ef þið hafið óvart sett inndrátt hér, þá bara er ekkert mál að breyta stílnum. Og það komið hérna, síðan kemur hérna fornleifararannsóknir, það er inndráttur. Og hérna á að vera texti 1 og hérna á að vera texti 2. Og við vorum búin að breyta heimildunum en við hefum eftir að setja heading 1 á fyrirsögnina hérna og við vorum búin að breyta stíl neðanmálsgreina. Við ætlum að skoða hérna aðeins í prentskoðun, fæl og prent og þá kemur hér hausinn og þá sjáum við hvort við séum búin að tengja stílana við textan. Þannig ég ætla að fara út úr prentskoðuninni og vista skjalið.